Af bæjarhól hins forna höfuðbóls Haukadals í Biskupstungum fagurt útsýni yfir Hreppa, Skeið, Grímsnes og Tungur og rjúkandi hveri undir Laugafelli. Þar meðal annars Strokkur og hinn nafntogaði Geysir. Frægð Haukadals rís hæst á þjóðveldisöld en þar bjó þá valdamikil ætt Haukdælir og varð Haukadalur nafntogað lærdómssetur. Bærinn stóð hátt en í skjóli suðaustan undir víðlendu heiðalandi, Haukadalsheiði. Þar skiptast nú á blásnar hæðir og dældir sem ná inn undir Langjökul. Haukadalur og Haukadalsheiði skammt frá hinum þekktu ferðamannastöðum við Geysi og Gullfoss. Að baki völdum og mannaforráðum Haukdæla var mikil auðlegð og auðsinn hafa Haukdælir fengið af jörð sinni. Gaman væri að geta sett sig í spor Haukdæla og virt fyrir sér landkosti. Í landi jarðarinnar mikill jarðhiti og þar hefur skógur verið bæði mikill og góður eins og ritaðar heimildir, örnefni og ýmsar plöntu- og jarðvegsathuganir vitna Haukadalur hefur því verið kostajörð. Hvarvetna var skógur hinn dýrasta eign. Hann veitti eldsneyti, efni til viðarkola sem notuð voru til járnvinnslu, raftvið til húsagerðar og fóður handa búsmala. Búseta manna hefur þó víða höggvið stór skörð í áður samfellda þekju birkis, einkum í nánd við bæi og inni á heiðum. Í 1000 ár hrísið og heyið, úr haganum reyktu menn inn, og naktar og neskarnar flegið gat næst setu maðurinn hinn. Kvæðið Bræðrabíti eftir Stefán G. Stefánsson lýsir hvernig sambúð lands og þjóðar var háttað margar aldir og kvæðið áskorun að menn taki höndum saman við að rækta og bæta landið. Nú Haukadalur kunnastur fyrir víðáttumikið hverasvæði með tugum hvera, kvikum og litfögrum. Þekktastur Geysir, þó að kraftur hans hafi tvínað og tignarleg gos úr honum sé orðin sjaldgæf. Enn sem fyrr það þó töfrar Geysis og annarra goshvera eins og Strokks sem laða að ferðamenn. Á nokkrum stöðum öðrum í landi jarðarinnar volgrur. Þar vaxa ýmsar hitakærar tegundir sem setja svip á umhverfið. Meðal annars laugadepla sem vex aðeins á fáum stöðum á landinu. Í skjóli skóga uxu fjölmargar plöntur sem voru nytjaðar á ýmsa lund, brennisóley og blákurey sem voru hafðar til litunar og lækninga. Hjátrú loddi við sumartegundir og með brönugrösum mátti vekja ástir karla og kvenna. Seiði að fjalldalafífli þótti styrkjandi og rótin geymir ýmis ilm og bragðefni. Harður og hrjúfur stöngull eskis var áður fyrir notað til þess að fæja með potta og pönnur. Knippi af reyrgresi var lagt í fatakistur til þess að varna fúkkalykt og halda gestafiðrildi frá. Mörg plöntunöfn gömul alþýðuheiti, kúm mátti hleypa út að vori þegar kúablóm, sem flestir nefna nú hófsóley, byrjar að blómgast. Ferlaufungur ein fárra eitraðra tegunda hér á landi. Fyrrum var hann nefndur skráagras eða þjófarót því að lásar áttu að hrökkva upp væri hann borinn að þeim. Ein af forvitnilegustu plöntum í Haukadal fuglaertur sem vaxa á fáum stöðum hérlendis. Á rótum lifa gerlar sem binda köfnunarefni, nitur, andrúmsloftsins. Fuglaertur voru áður ræktaðar sem fóðurjurt
og því er ekki ósennilegt að Haukdælir hafi flutt þær inn frá Noregi. Öræfi norður af Haukadal nefnast Haukadalsheiði. Yfir að líta er landauðin mikil en þó var hér fyrr á öldum gróskumikið beitiland og skiptust á mýrar og mólendi. Viðgangsmikið kjarr af víði og birki hefur verið inn alla heiðina. Jafnan var ríkmannlega búið í Haukadal og gekk fénaður að mestu sjálfala í skjóli fyrir næðingum og harðviðrum því að gnótt var haglendist fram á 19. öld. Heiðin var hið ágætasta Suðurland og þar má enn finna hinar bestu beitarplöntur eins og sauðarmerg, en hann þótti góður til beitar á vetrum. Í jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1709 er talið að í Haukadal og næstu hjálegum mætti fóðra jafngildi 28 kúa þunga. Hins vegar var búpeningur í þá tíð sem jafnan áður langt umfram það og geldnauta peningi fleytt fram á hrísi og viði. Þar segir ennfremur að skógur sé mjög eyddur og að sandur taki til að ganga norðan á land jarðarinnar og sýnist að til stærri skaðamuni verða með tíðinni. Það reyndust höfundar jarðabókar sannspáir, því að sandfokið að norðan jókst með ári hverju enda var beitin miklu meiri en landið þoldi. Heiðalandið fór verst, en gróðurtorfur héldust lengur þar sem ágangur var minni. Sem dæmi hina miklu breytingu sem orðið hefur á skömmum tíma má geta þess að á þessum stað í Héðinsdæld var staðið til við slátt fram til 1907 og héðan var hey reitt á klökkum niður í byggðina. Athuganir hafa sýnt að á Haukadalsheiði hefur jarðvegur eyðst nær eingöngu á sögulegum tíma. Samfelld gróðurlendi er nú aðeins 15 af 100 þess sem það var í eina tíð. Gera má ráð fyrir að 230 ferkílómetrar hafi verið algrónir á Haukadalsheiði en nú eru aðeins eftir 40 ferkílómetrar. Jarðvegurinn 270 milljónir rúmmetra hefur að mestu fokið á haf út en líka safnast saman á gróðurlendum sem enn eru ekki blásin. Eitt og eitt rofabarð hefur þú staðist tímans tönn og þar má enn sjá brot af þeim gróðri sem eitt sinn klæddi heiðalandið. Það var ekki eingöngu Haukadalsheiði sem vatn og vindar eyddu. Heimalandið fór líka mjög illa og ekki varð annað séð en það myndi fara sömu leið. Árið 1938 var hafist handa við að hefta uppblástur þar. Moldarbörð voru stungi niður og hliðar þeirra tyrðar. 900 hestburðir af hrísi voru reiddir úr miðskógi og hrískestir lagðir í garða þvert yfir rofin. Með þessu móti tókst að stöðva uppblástur í heimalandinu. Fyrir 40 árum var hafin skógrækt í hlíðum Haukadals. Hún hefur borið svo góðan árangur að sýnt er að allmargar tegundir innfluttra barrtrjáa vaxa svo greiðlega að af þeim er unnt að rækta nytjaskóg. Haukadalsheiði var friðuð 1963. Innan girðingar landgræðslu ríkisins eru 7000 hektarar og skiptast þar á klappir, melar, moldir og sandar. Kostað hefur verið kaps að hefta sandfok og græða upp auðnir. Íslenskar melaplöntur eru oftast jarðlægar, teygja greinar sínar fast við yfirborð eða mynda litlar þúfur. Flestar hafa þær þó langar og sterkar rætur, eins og geldinganappur og lambagras. Niður úr þéttum túfum lambagras gengur holtarótin sem þótti mesta tóræti nema hún væri vel soðin í vatni og síðan í mjólk, eins og segir í gömlu máltæki. Flest er það matur sem í magan kemst nema holtarótin óseitt. Langmerkasta íslenska samplantan er melur eða melgresi. Korn þess, tínin,
var fyrrum notað til manneldis í grauta og brauð. Melgresið vex í sandi og heftir hann öðrum plöntum betur. Það vex land allt frá sjávarmáli og inn á öræfi landsins. Jarðstönglar þess eru marggreindir og víðskriðulir. Rætur melsins eru langar, fyrr á öldum voru þær, eða meljurnar eins og þær hétu þá, notaðar í reiðinga. Melgresi sáð í raðir og þar sem sandfok verulegt reykir melurinn sandinum í langa garða eða einstaka hóla. Í skjóli melgresis gróa ýmsar tegundir og þegar sandfoki linnir koma aðrar tegundir til sögunar. Fjölmörgum öðrum grastegundum hefur verið sáð. Stórvirkar vélar eru notaðar til þess að dreifa áburði og fræi. Meira að segja flugvélum hefur verið beitt til þess að auka afköstin. Landsvæði innan girðingar á stærð við hvorki meira né minna en 10.000 knattspyrnuvelli. Þar sem áður var ördeiða nú sprottnir iðjagrænir teigar sem setja svip á víðáttu öræfanna. Hávaxið grasið bylgjast í gjólunni sem áður fikti moldar ögnum á hafund. Lögð hefur verið áhersla á að vanda vel til allra verka og ekki minna vert að velja harðgerðar tegundir landgræðslu plantna. Unnið stöðugt að því að finna dugmestu tegundirnar og af þeim má nefna snarrótarpunt, vallarsveifgras, beringspunt og túnvingur. Gróður á bersvæði oftar strjáll og kyrkingslegur enda jarðvegur af skornum skammti og lítið af öðrum lífsins gæðum. Margar innfluttar tegundir hafa reynst íslenskum tegundum þolnari og alaskalúpína ein þeirra. Hún var flutt til landsins árið 1945 og af sömu ætt og fuglaertur. Á rótum hennar lifa líka gerlar sem geta bundið nitur andrúmsloftsins og nýtur lúpínan góðs af. Hún getur því vaxið á ördauða melum og kjörin frumherji á stöðum sem taka á til frekari ræktunar. Þótt litlar plöntur virðist ekki burðugar að lokinni plöntun lífskraftur þeirra næsta ótrúlegur. Innan fárra ára hefur lúpínan myndað gildan hausa og miðjan júní ár hvert stendur hún í blóma. Eyðingaröflin eru harðsækin, beita þar margvíslegum ráðum í baráttunni við jarðvegs og gróður eyðingu. Bændur í Biskupstungum hafa komið með heybagga sem þeir gefa og leggja þar sitt af mörkum til landgræðslu á Haukadalsheiði. Böggunum raðað þvert á verstu vindátt og með því mótu ætlunin að stöðva fok og þess vænst að plöntun á að þrífast í skjóli varnargarðana. Auk bændana hafa margir aðrir velunarar stýrt landgræðslustarfið á Haukadalsheiði. Átak í landgræðslu, Ólís og Rótaríhreyfingin hafa lagt rjúkt af mörkum og ber framlag þeirra vott þann hug sem býr með þjóðinni að stöðva jarðvegseyðingu og rækta landið til þess að auka landkosti. Enn fíkur þó víða á þessum slóðum, en víst að undir að græða sanda og mela og jafnframt að stöðva fok úr þeim fáu jarðvegstorfum sem enn heyja harða baráttu við þá krafta sem búa í sjálfri náttúrunni. Saga hins forna höfuðbóls Haukadals í Biskupstungum margt lærdómsrík, því að þar má glöggt sjá hver áhrif búsetunnar í 11 aldir en einnig og ekki síst hvernig endurheimta megi gögn og gæði lands á nýjan leik. Verum minnug þess að veðrátta hér á landi ekki óblíðari en í mörgum öðrum löndum og gróðurskilyrði hvorki verri né gróður viðkvæmari en á mörgum stöðum öðrum. Ræktun landsins því aðeins verk sem þarf að vinna af alúð, þrautseigju og dugnaði.